Þetta er verkefni 5 í C-hlutanum í Word. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið búið nokkrar myndir. Þetta er liður 6, blaðsíðu C8. Hvernig þið búið til myndir í wordart.com og setið inn í skjalið. Við förum hér út á netið, þetta er netforrit, endurgjaldslaust. Förum hérna inn í wordart.com og við getum smellt hérna á Create Now. Komumst líka inn í gegnum Facebook eða Google. Við getum búið okkur til aðgang líka, en það þarf ekki, við smellum bara hér á Create Now og hér getum við skrifað inn orð eða farið í import og límt lista. Við getum líka farið út á vefinn og náði í vefslóð, en ég ætla að setja hér inn lista sem er í verkefni 6. Þetta er listi yfir orð ársins 2018 og ég segi import words og koma orðin hér. Til að sjá hvernig þetta lítur út í mynd, smelli ég hér á og þá kemur þetta svona. Og ég get valið stærðina á orðunum. Ef ég vil hafa plokka í stærsta letrinu þá get ég breytt því. Þetta er allt í jöfnu, svo bara raðar hún þessu einhvern veginn. Ég vil líka hafa orðið keto svolítið stórt og skjáfíkn. Hérna. Og raðast þetta svona. Ég get breytt litnum á orðunum ef ég vil hafa orðið plokka í svörtu og svo framvegis, en ég þarf alltaf að smella hér á milli á Visualize. Sjáðu, þá kemur þetta hér, plokka, keto, skjáfíkn. Ef ég vil breyta löguninni, þá get ég farið hérna inn í Shapes og hérna er Clouds, ský. Ég get smellt hér á, en ég þarf að velja hér á milli. Þá kemur þetta svona. Ég get valið aðra leturgerð á myndinni. Ef ég vel til dæmis þetta hér, smelli hér á Visualize á milli, að þá breytist leturgerðin. Fyrir layout, þar get ég valið hvernig orðin liggja, þau liggja lárétt. Ef ég vel random, að þá breytist það og hérna í style, þar get ég valið custom og koma aðri litir hérna á og ég get líka farið aftur bara í shape og ég ætla að hafa þetta svona. En ég smelli hérna á Visualize til að sjá hvernig þetta kemur eftir að ég breyti uppröðuninni á orðunum. Komaðu hérna út og suður á þessu. Þannig að þið megið svolítið ráða bara sjálf hvernig þið hafið þetta. Til að ná í myndina smelli ég hérna á download og vel standard og sæki myndina hér. Þetta er misjafnt hvernig hún kemur eftir í hvaða vefskoðara þið eruð í. Og þetta er myndin sem ég ætla að setja inn í verkefni 5. Þannig ég íti hérna á hægri mús og segi afrita. Fer svo inn í Word-skjalið og lími þetta hér með því að íta á smella á paste eða Ctrl+V. Það kemur hérna inn eins og mynd og ég get minnkað hana eins og ég vil. Þannig að hérna er komin fyrsta myndin og þið ráðið útlitinu. Endilega prófið ykkur áfram í wordart.com. Ég ætla að vista og sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið veljið næstu myndir í wordart.com.